Sæl vertu Herdís. Þú ert prófessor upp á Bifröst og hérna í lögum. Þú situr líka í alþjóðasambandi segðu nú frá. Nei, varaforseti Evrópusamtaka kvenlögfræðinga. Það er svo margir pappirar hérna á borðinu hjá mér. Ég ætla að nefna við í grein sem þú skrifaðir. Þú skrifaði grein í Morgunblaðinu daginn sem vakti mikla athygli sem að bara yfirskriftin hrokafullt upphaf hrunsins. Og það sem að þú ert nú að lýsa í þessari grein er bara nánast, menn hafa verið að nota orðið kerfishrun. Einhvers konar kerfishrun sem verður á Íslandi. Já. Ég er í raun og veru að lýsa aðdraganda þessar hruns. Hvað er það sem veldur hruninu eða hvað er það sem er að eiga sér stað í aðdragandanum? Og þá er ég að lýsa, þá tiltekið þarna einhverja þætti sem eru pólitísk spilling, þetta einkavæðingarferli, hvernig því var háttað og hinn kannski pólitíski kúltúr sem birtist í því að það er þöggun ríkjandi í samfélaginu. Að fólk hefur ekki þorað að gagnrýna opinberlega og að þessu leitinu til má segja og að ástandið núna hjá okkur eftir þetta hrun eða í þessu hruni sé svipað og var í kjölfar hruns Berlínarmúrsins þegar Austur-Evrópa var í raun og veru að búa sér til nýja stjórnskipun eða nýtt skipulag. Já. Þegar það hrun varð að þá allt í einu stóð fólkið í þeim löndum, í þeim sporum að það þurfti, það var tilneytt til að leggja grunn að nýrri stjórnskipun og það var ekki endilega tilbúið. Og það hafði búið við pólitískan kúltúr langvarandi þöggun til dæmis. Og allt í einu stóð þetta fólk frammi fyrir því að það var ekki lengur tabú að krítisera, að það gat talað. Og það var ekki lengur, stóð ekki í skugga þessa ótta að þora ekki að tjá hug sinn sem William Brandeis orðaði svo fallega í einum frægasta tjáningarfrelsisdómi sem hefur fallið í Hæstarétti Bandaríkjanna. Hann sagði að þegar fólk stendur í ótta og skugga hræðslu við að tjá hug sinn að þar getur tjáningarfrelsið aldrei þrifist. Og tjáningarfrelsið er í raun og veru hornsteinn þess að nokkuð annað geti þrifist. Og þannig að og þetta var menn vitað í gegnum aldirnar og þegar Milton var að tala fyrir því að þá vissi hann og fleiri að ef við hleypum ekki út óánægju að þá springur allt fyrir rest. Og við erum að fá þetta núna framan í okkur. Og þér finnst það að hafi verið þöggun í samfélaginu? Já, ég held að ég sé nú ekki einum það, ég held að þú vitið það líka. Og það hefur verið þöggun og það sem gerist eftir að því tímabili lýkur, þegar hún er ekki lengur, þegar hún er ekki lengur alls ráðandi, að fólk þorir að fara að tala aftur, að það þorir að fara að leita nýjar leiða og það þorir að fara að viðra nýjar hugmyndir og setja spurningamerki við það hugmyndafræði sem var ríkjandi. En það hefur náttúrulega verið, eins og þú segir í greininni, það hefur verið hér mikið flokksræði og svo flokksræði með mikið tengst inn í við viðskiptalífið. Einhvern tímann ég var að lýsa þessu sem svona blóðskammar sambandi milli viðskiptana og það er nú bara einhver besta lýsing sem ég hef heyrt. Þetta eru ákveðin sifjaspell. Þetta eru stjórnskipuleg sifjaspell þegar þetta er vegna þess að okkar stjórnarskrá hún byggir á því að það sé aðgreining valdsins og það er það sem við þurfum kannski við stöndum frammi fyrir núna líkt og þjóðir Austur-Evrópu á sínum tíma að það er að rjúfa þessi tengsl. Það er í raun og veru við erum tilneytt til að koma skikki á þetta samfélag okkar og við þjóðin erum stjórnarskrárgjafinn. Við erum, stjórnarskráin, hún er kjölfestan og hún á að standa af sér veðrabrigði stjórnmála en enga síður að þá er hún líka sá grunnur sem gerir mögulegar breytingar og við þurfum í raun og veru að koma á raunverulegu lýðræði og þar sem mannréttindi eru raunverulega virt og það vita það allir stjórnskipunarfræðingar sem hafa horft á söguna að það tekur tíma. Það tekur tíma fyrir þingræði að festa sig í sessi. Það tekur tíma fyrir valdhafa að átta sig á því að mannréttindi eru grunnréttindi sem eru nauðsynleg, sem er nauðsynlegt að virða. Þeir eru ekki að virða það af einhverjum til þess að friðþægja einhverja hagsmunahóp í samfélaginu, heldur þetta bráð nauðsynlegt lýðræðinu. Það fæst ekki þrifist
án þess að mannréttindi séu virt. En hvernig finnst þér að þetta flokksræði, hvernig hefur þetta flokksræði birst? Það birtist í óendanlegum klíkuskap og spillingu og að fólk foringjadýrkun, foringjahollustu, að fólk þorir ekki að andæfa þeirri línu sem lögð í flokknum. Og þannig að þetta er bara eitthvað sem að gerast alltaf af og til í sögunni, að valdið, að það umhverfist í eitthvað sem verður að steingervingi sem fólk ræður ekki við lengur og þá þarf að breyta. Það er merkilegt til dæmis að nú erum við loksins að fatta það kannski almennilega að þessi einkavæðing bankana, hún var rotin. Það voru kannski einstaka menn sem bentu á þetta á sínum tíma en hún er allt í einu, finnst manni orðin hálfgerð tákmynd fyrir það sem var að gerast. Þetta eru margir samverkandi þættir, en það er alveg ljóst að við stöndum frammi núna fyrir tækifæri og ég var bara að ganni minni í morgun að skoða ekki bara þá breytingu sem varð eftir hrunið í Austur-Evrópu þegar voru komið nýja stjórnarskrár sem voru mjög framsæknar og þá voru þeir að leggja áherslu á að það yrði að skapa grundvöllur raunverulegs lýðræðis og líka að valdið fengi að stjórnvöld væru hvernig myndum maður orða gætt siðferðilegum þau fengi á sig svona siðferðilega áru etíska áru á nýjan leik sem var farin það þurfti í raun og veru fólkið trúði ekki í kommúnistaríkjum þá trúði fólkið ekki það treysti ekki stjórnvöldum. Það var löngu hætt að treysta stjórnvöldum. Það var bara í ótta það lifði í ótta. Og þá þarf að byggja upp þetta traust og þetta traust verður ekki byggt upp nema að það sé settur einhver siðrænn grundvöllur undir stjórnvaldið á nýjan leik. Og allt tekur þetta tíma, en það má segja að við séum í sömu sporum líka af því að sagan er að endurtaka sig sumpart á nýjan hátt, eins og þeir voru þeir sátu sumarið 1787 og voru að semja bandarísku stjórnarskrána. Og hefur verið lýst í bók sem heitir Kraftaverkið í Fíladelfíu. Þá sátu þeir Benjamin Franklin og Madison og Jefferson og allir þessi spekingar og sömdu nýja stjórnarskrá. Þetta heita sumar og þeir gerðu það hvíldi mikið leynd yfir því en þegar upp var staðið að þá var þar samsúrruð alveg rosaleg þekking og yfirgripsmikil reynsla sem var sett fram með svona praktískum hætti og það sem svo mikilvægt það ég var að lesa, Helgi Gunnlaugsson prófessor var að lýsa í Morgunblaðinu í morgun það verið komin gjá á milli þings og þjóðar og það alveg ljóst að það komin þarna stór gjá og þegar sú gjá til staðar þá verður að gera eitthvað, þá verður að færa þessa stjórnskipun nær hinum pólitíska veruleika. Nú er þarna stór gjá á milli. En þú segir þá að traustið sé í rauninni alveg farið. Traustið ég held að traustið sé farið, ég held að það sé ljóst að við stöndum frammi fyrir því að vera í raun og veru mikill efnahagslegri óvissu. Við getum mist okkar efnahagslega sjálfstæði, okkar pólitíska sjálfstæði og það verður að grípa til mun róttækari aðgerða heldur en nú blasir við að stjórnvöld verða að skynja að það það mikið í húfi að það kallar á, nú það sem var kallað í Bandaríkjunum þetta sumar 1787 constitutional moment. Þetta er bara svo stundir runninu að okkar tækifæri hér og nú til að búa til nýja stjórnskipun. Við erum lítil þjóð, við erum fámenn þjóð og oft sagt af því við erum svo fámenn að þá verðum að taka upp það sem aðrir hafa gert og sett. Við búum yfir heilmikilli þekkingu, við eigum hér fært fólk til að gera þessa hluti og það þarf að setjast niður og leggja drög að nýjum samfélagssáttmála. Því að sá sem var, að hann í raun og veru hann hefur verið, það ekki lengur sátt hann. En heldur að þetta þrönga flokksvald og klíkuvald kveiki á þessu? Er það líklegt? Já, ég spyr. Ég meina, er hægt að ná völdunum frá því? Ég veit ekki hvernig það myndi gerast. Ég held að við sjáum þá hverjum einasta degi gerast fréttir, verða atburðir, það sem eru í raun og veru viðurkenning þessara
forystumanna á því að þau þurfa að gera eitthvað. En þau kannski átta sig ekki alveg á því hvað þau þurfa að gera mikið. Þau þurfa að átta sig á því að þetta snýst ekki að bjarga flokkunum. Þetta snýst ekki áframhaldandi setu ákveðinna ráðamanna. Þetta snýst ekki framtíð ákveðinna stjórnmálamanna. Þetta snýst það að stjórnvöld eru hér, eins og Abraham Lincoln sagði í frægri ræðu í Gettysburg. Þetta eru stjórnvöld mynduð af fólkinu, fyrir fólkið og í þess þágu. Að þau eiga að vinna í þágu okkar, í þágu þjóðarinnar og það þarf að ná sátt við samfélagið. Þau þurfa að ná raunverulegri sátt við samfélagið og það gerist ekki í gegnum einhverja kosningar þar sem einhver nýja andlit kunna poppu upp. Sko, þú hefur fjallað mikið fjölmiðla, þinn sérgrein fjölmiðlar, frelsi fjölmiðla, tjáningarfrelsi, það nú svona þitt, það mál sem þú hefur verið að rannsaka hvað mest. Hvernig nú náttúrulega ljóst að peningamennirnir hafa átt fjölmiðlana hérna. Já. En mokkinn aldrei verið betri heldur en eftir hann komst í ríkiseigu. Nei, það veit engin hver á mokkan, hann danglar í lausu lofti. Já, en hvernig sér þið fyrir þér hlut fjölmiðlana í þessu? Fjölmiðlar eru eitt mikilvægasta aflið í samfélaginu. Þeir eru svo vettvangur þar sem tjáningarfrelsi í raun og veru myndbirtist eða raungerist, þar sem vilji og raddir fólksins eiga að hljóma og þau eru svo vettvangur þar sem hinn opinbera umræða fer fram og það þarf með einhverjum hætti að tryggja sjálfstæði þeirra og frelsi, bæði frá íhlutun ríkisvalds og annar afla. Hvernig það verður best gert, ég hef sett fram hugmyndir í 600 sína bók og hvernig það verður best gert að þetta er alltaf vandratað og alltaf vandmeðfarið, vald hvar sem það er. Þess vegna þarf að tempra það. En hafa fjölmiðlar brugðist hérna á Íslandi á þessum tíma, þessum geysilega meðvirknistíma með auðræðinu? Það hafa nú verið svo öflugar raddir bæði í bloggheimum og á netinu, það er ekki allir sem hafa aðgang á því, en ég held að fjölmiðlar hljóta að vera, þeir eru bara í ölduróti núna og eru hugsanlega að reyna að gera sitt besta þar sem blaðamenn geta komið í við, en það eru líka sterk ítök ákveðin afla örugglega sem eru að reyna að hafa áhrif á framvinduna nú sem fyrr. Já. Herdís, varstu búin að spá kreppunni? Já, ég var búin að, já. Hvað Nei, var ég búin að spá kreppunni? Þegar ég skrifaði þessa grein í þessari bók, í maí. Í maí? Já, þá sagði ég að það væru slíkir tímar á Íslandi, já. Já, það væri framundan. Já. Þetta er erlendrit sem þú skrifaði grein í. Ég þakka þér fyrir að koma. Sömuleiðis. Fáum hér Vilhjálm Bjarnason aðeins.